Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góður gestur á símalínuna. Það er Sigríður Guðmarsdóttir, prófessor í hagnýtri guðfræði við Guðfræði- og trúarbragðadeild Háskóla Íslands og formaður svokallarar handbókarnefndar. Það hefur verið svolítið svona eldheit umræða þessa handbók og sumir vara við villutrú vegna nýs orðalags í bókinni og aðrir ræða mikilvægi þess að orða hlutina á svona nýstárlega veg og þetta er eiginlega komið út í svolítið flækju sem mann vantar svolítið svona skýringar á þessu. Geturðu skýrt fyrir okkur af hverju skiptir svona miklu máli, hvað stendur í þessari handbók, Sigríður? Já, takk fyrir að bjóða mér hingað í dag og takk fyrir að gefa mér tækifæri til þess að spjalla við þig handbókina sem er mjög mikið hjartans mál. Og mér langar kannski til að byrja á því að útskýra hvað handbók er. Af því að ég held að það sé svona fyrsta atriði til að útskýra hvers vegna umræðan er heit og varðar marga svona miklu máli. Að sko í helgihaldi, kirkna eins og þjóðkirkjunnar en líka annara kirkna sem eru sambærilegar, að þá eru venjulega 3 bækur sem eru hafðar hönd í helgihaldinu. Það er í fyrsta lagi Biblían eða einhver svona framsetning á textunum sem eru lesnir í helgihaldinu. Og á Íslandi þá er venjulega bara notuð sjálf Biblían, en annars staðar er algengar að það sé búið að raða upp textunum sem á að lesa fyrir hvern einasta sunnudag í svona sérstaka bók sem þá er kallið Guðspjallabók. Þannig að Biblían eða Guðspjallabókin er fyrsta bókin. Og önnur bókin er síðan sálmabókin sem inniheldur allt það sem á að syngja í messunni, allir sálmarnir. Og sálmarnir í sálmabókin eru núna 900 talsins. Og svo í þriðja lagi þá er það handbókin og í handbókinni þar kemur fram messuformið, þar eru allar kirkjulegu athafnirnar, það er að segja skírn, ferming, hjónavígsla og útför og síðan eru ýmiss konar vígslur eins og prestvígsla, djáknavígsla, biskupsvígsla og líka kirkjuvígsla og kirkjugarðavígsla og það er ýmislegt svona sem er inni í handbókinni og skyld ritúal líka. Og þar eru líka bænirnar sem á að flytja í helgihaldinu. Og svo ég bakki nú aftur, þannig er búin að vera að tala 3 bækur og það má segja að árið 2007 að þá kom út ný biblíuþýðing sem var fyrir margra hluta sakir mjög merkileg þýðing og síðan kom út ný sálmabók 2022 og nú sem sagt stendur til að búa til nýja handbók sem á að vera tilbúin 2026, í lok árs 2026. Þannig að þetta er svona hluti af stærra verkefni og þessi handbók er fyrsta handbók sem kemur út síðan árið 1981. Þannig að það eru alveg 45 ár þegar hún kemur út 2026 frá því að síðasta kom út og það er mjög svona normalt að yfirleitt á síðustu öldum hafa verið að koma út svona cirka 2 handbækur á öld og það sýnir okkur svolítið það hvað helgisiðir er eitthvað sem að breytist mjög hægt vegna þess að það er svo mikið sem að fólk jafnvel lærir utan að fer með svona eiginlega að vera að pæla mikið í því og af því að þeir eru lærendir, þeir byggja á endurtekningu að þá er þeim breytt mjög hægt og þá að vandlega athuguðu máli. Það liggur mjög mikil vinna á bakvið handbók og þessi nefnd sem að núna hefur verið að störfum, hún tók við 2022 í ársbyrjun. Við erum búin að halda 82 fundi síðan þá. Wow. Og svo handbókarnefnd er ekkert að byrja á grunni því að vinnan við nýja handbók byrjaði árið 2005. Þannig að það má eiginlega segja og það var fyrri nefnd sem að starfaði frá 2005 til 2019. Wow. Þannig að þetta er langt ferli getur við sagt. Þetta var svona
ég ekkert búin að svara spurningunni þinni, ég bara svona byrja á að gefa svona svolítið bakgrunn fyrir fólk sem að áður en það fer að setja sig inn í handbókar vinnuna og akkurat núna svona mikið í gangi að þá verðum að eiginlega að vita fyrst hvað handbók, til hvers nota maður handbók. Já, en mér finnst einmitt mjög gott að fá þessar svona forsendur til að þessi vantar oft einmitt áður en maður fyrir að reyna að einhvern veginn gera sér upp einhverja skoðun eða þannig eða taka afstöðu. En mér langaði að spyrja bara einmitt áður fyrir mig sjálfa kannski þessa deilu sem núna í gangi að spyrja þegar þú ert að tala þessa vinnu, þetta einmitt þennan stöðugleika í hvað það, helgihaldinu eða og texturum að þá þetta ekki þá bara eitthvað sem hefur einkennt kirkjuna alveg frá upphafi þar annars vegar þarf þetta að vera eitthvað stöðuleiki og eitthvað sem sameinar alla eða svoleiðis sem flestir geta komið inn í það en á hinn bóginn þarf það að vera þarf þetta að vera eitthvað sem þarft eða passar inn í samtíma eða talar til samtímans sko, þetta ekki svolítið svona þá eilíf tókstreita bara í svona helgihaldi yfir höfuð? Jú, og sko eitt af því sem að við gerðum í samtali við presta og djáknastefnu sem að hittist alltaf einu sinni á ári og handbókadrögin hafa verið til umræðu þar á síðustu 5 stefnum. Og þá byggum við til svona meginreglur í kringum vinnuna og ein af meginreglunum sem að þar var sett fram var að festa og fjölbreytileiki yrði að hanga saman í bókinni sem að er mjög gott að setja fram en líka getur verið mjög erfitt að í framkvæmd sko. En varðandi þetta með að hvort þetta sé ekki einhvern veginn bara sístætt, annars vegar sé handbókin alltaf að reyna að tala inn í trúarlíf líðandi stundar sem ekki alltaf eins af því að aðstæður okkar breytast með hverjum áratug og öldum og hvort við erum í sveit eða borg eða hvað. Og þannig að það alltaf verið að túlka hið gamla inn í hið nýja. En þá, ég man vel eftir tímanum svona rétt eftir síðustu handbók, vegna þess að það var þá sem að ég var að byrja í guðfræðideildinni. Hún gefin út 1981 og ég byrja 1984 í guðfræðinni og var svo sjálf prestur 1990. Þannig að mjög mikið af mínum skólafélögum voru kannski að koma sem fyrstu prestarnir eftir að handbókin var sett á og það tók tíma að koma henni á. Og ég man til dæmis mjög vel eftir því að minn elskulegi tengdapabbi sem var sko meðhjálpar í Hólskirkju í Búðingavík. Hann var ekkert afskaplega hrifinn af þessari nýju handbók og sérstaklega að það átti allt í að fara að vera með einhverja messuskrár og söfnuðum átti að fara að svara á einhverju svona og honum fannst þetta alveg ómögulegt. En svo varð hann handgengin hinni nýju handbók á þeim tíma og ég held að það sé þannig með mjög marga að þó ég ætli mér ekki að segja að það sé þannig fyrir alla en sumt af því sem getur verið sko andstaða við nýja handbók bara hreinlega andstaða við það að eiga allt í að fara að breyta siðum sínum og helgi siðum sínum. Það sem að maður vanist á allt sitt líf og kannski 40 ár í kirkjunni og eiga allt í að fara að gera hlutina þess öðruvísi að það stendur í mörgum. En þarna var svona, ég man líka eftir þessu ég haldi bara í pínulítilli kirkju á Hólsfjöllum, var þetta ekki þannig að einhver messusur sér að Bjarna, ég man ekki hvort það var í þessari handbók eða einhver annari höfðu dottið út og svo enduðu þátt í hverju einustu messu að syngja sama sálminn, hvaða sálminn það nú aftur? Til lofa faðir líf og and. Já, einmitt og sumir voru ekkert sátt við það, en einmitt líka ákveðin ánægi með einfaldleikan, en það virðist vera sem núna séu þessar breytingar bara kannski aðeins róttækari þar, eða endurskoðunum þurfa að vera róttækari vegna þess getur ekki verið að við séum líka, það er allir að tala um að við lifum nú á tímum algjörar svona viðmiðana skipta og við erum að endurskoða svo margt, sko, bara í pólitíkinni kringum okkur og í öllum okkar siðum og þannig er það ekki svolítið kannski eðlilegt að handbókin sé þurfi einhvern veginn að endurnýjast kannski enn frekar núna?
Já, að sko, sumt af því sem að verið að breyta í handbókinni snýr að uppbyggingu messunar. Bara, og þá það bara einfaldir, eða þetta ekkert einfaldir hlutir, það ekkert einfalt í sambandi við handbók. En það geta verið svona hlutir eins og sko, á syndajátningin að vera fremst eða aftast eða eitthvað svoleiðis. Nei, ekki á syndajátningin sem að vera fremst í messunni þá að vera á undan altarisgöngunni, alla því að segja, ekki aftast. En það eru svona uppbyggingar hlutir og í raun og veru handbókarnefndin ekki gera mjög mikla breytingar á messunni frá 1981 þegar það kemur á uppbyggingunni. Það eiginlega meira eins og þú segir að það sé dálítið verið að fjalla inngildingu og orðalag og annað slíkt. Og eitt af því sem að við tókum sérstaklega eftir í handbókarnefndinni þegar var farið að ræða við presta og djákna sem að þekkja mjög vel inn í, eru náttúrulega prestarnir þeirra stóra verkefni þjónusta orðsins og sakramentana og djáknarnir koma mjög mikið að helgihaldinu líka og eitt af því sem að þau ræddu mjög var að hvað messan væri tyrfin og hvað það væri sérstaklega fyrir ungt fólk erfitt að skilja orðfærið og kannski ekki síst að mjög mörg nefndu hina fornu fleirtölu vegna þess að kirkjumálið eitt af fáum stöðum þar sem að hinn gamla fleirtala vér og þér ennþá notuð og svo oss og yður og faðir vor og mjög margir sem að koma í messuna halda það sé alltaf verið að þéra þau þegar það sagt sko drottinn sé með yður og vér skulum biðja og eitthvað svona sko að vegna þess að í íslensku máli, eiginlega allstaðar nema í kirkjumálinu, að þá hefur það sem að áður kallaðist var tvítala, hefur orðið að fleirtölu. Og sko í gamlu máli að þá var talað sko ég og ef það voru við tvær, þá getum við sagt við og ef það voru fleiri en tveir, þar að segja ég og þú og tæknimaðurinn, að þá það orðið mér. Þannig að það var alltaf, það var virk tvítala í málinu. Og svo smám saman að þá hefur fleirtalan gamla alveg horfið, en tvítalan bæði fyrir tvo og fyrir fleiri. Já. Þannig að allstaðar talað sko okkar, það sem áður þýddi bara, þegar það var bara verið að tala okkur tvær sko. En nú gæti maður halda þetta sé bara svona málfræðilegt atriði og stílbragð sko og svona, spurningum kannski inngildingu, en svo reynist þetta vera, þegar þú fer að tala þessi mál þá veit maður að það rétt handað með hornið mjög heit umræða kyn til dæmis líka. Já. En það sé, ég nefni þetta fyrst bara vegna þess að eitthvað sem að það komið aldrei óvart hvað það margir sem að vilja alls ekki missa gamlu fleirtölum. En það svona dæmi atriði það sem að svona sko bara þröskuldur fyrir mjög margt fólk sem að finnst tungumálið í kirkjunni verið rosalega upphafið og svo framvegis. En þetta svona eins og gamalt eins og maður heldur þetta sé fyrst þetta sé svona eins og gamalt hefðarmál einhvers konar, einmitt upphafningin og hver á krjúpa fyrir hverjum en reynist svo vera hugsanlega róttakara eða ákveðið tæki til þess jafnvel að hafa meira jafnrétti eða jafnræði eða hvað? Já, sko, mörgu fólki finnst að þetta sé hátíðlegt, öðrum finnst þetta mjög framandi, þannig að það eru skiptar skoðanir þetta, en handbókarnefndin hefur gert tillögu það að það verði bara innleitt svona venjulegra mál, hvað við getum sagt, að það sé bara sagt við og okkur og svo framvegis. En það hins vegar, við eigum eftir að svona, sko, okkar strategi hefur verið meira að hugsa, sko, við bjóðum upp á valmöguleika og ekki svo mikið þetta að það verði allir að ganga í takt. Og það líka bara svona svolítið áhersla úr nútímanum að það sé allt í lagi þó að söfnuðirnir hafi svona svolítið ólíkt tungutak. En að það sé ekki allir krafðir að þeir endilega verði að nota gamlu fleirtölum.
En nú greip ég að þér orðið af því þið langaði til að fara að tala um kynjamálin. Nei, ég ekkert sko, ég ekkert alveg æst í að tala kynjamóli, en mér fannst vera svo... Jú, þú vilt kynjamóli. Jú, já, ég var eiginlega svona eins og, ég var eiginlega ég var að reyna að segja hlustendum og áhorfendum að það væri, ég var að biðja þau að staldra við að þetta væri ekki bara málfræðilegt, þetta væri þetta svona uppbygging á, ég var að segja að þetta er mjög æsandi spennusaga sem er í gangi, sko. Já, það er nefnilega, sko, málfræði er ekki saklaus. Málfræði dettur ekki til okkar af himnum, heldur verður tungumál til í ákveðnu menningarlegu samhengi. Og þannig að þegar við veltum fyrir okkur, sko, að við tölum svona, að þá getum við líka hugsað sko, af hverju tölum við svona og hvers konar hugmyndir koma fram heiminn og tengslin okkar á milli og svo framvegis. Og það er þess vegna sem að kannski næsti liðurinn er svona byggir meira á því. Það er að segja þegar að það er ekki bara oss og vér sem að hefur verið svona mikið ræddur í handbókarnefndinni og við einmitt þessa aðila. Heldur líka það að velta fyrir sig hvers konar myndir það eru sem að við megum, hvers konar orðfæri við getum notað hvert annað, hvers konar myndir við getum notað guðdóminn. Og þetta er umræða sem að kom mjög sterkt upp þegar að nýja biblíuþýðingi kom fram árið 2007. Vegna þess að þá var allt í einu í Pálsbréfunum að það stóð alltaf bræður. Við skulum bræður eitthvað þegar að Páll var að tala til Korintumanna eða Filippímanna eða hverjir sem það voru sem hann var að skrifa bréf til úr fangelsinu. Að þá kallaði hann safnaða fólki alltaf bræður, þó að það lægi náttúrulega augum uppi að veri var að ræða við alla í söfnuðunum, bæði karla og konur. Og þá í nýju bókinni að þá stendur mjög oft systkin og svo er bara neðamálsgrein þar sem stendur í frumtextanum stendur bræður. En það er líka vegna þess að þegar maður er að lesa þessa texta í helgihaldinu og þá er verið að ávarpa þá sem nú er verið að ávarpa alla í söfnuðinu, hvers kyns sem að það fólk er. Og það er svona tilhneiging sem að síðan hefur haldið áfram í handbókavinninni. Aðeins að afbyggja feðraveldi í Biblíu, þetta er náttúrulega vandræðatext í Biblían, sko, ég meina það er svo mikið feðraveldi og mikið réttlæting kannski á ofbeldi á mörgum stöðum, þannig að þetta er engin smá áskorun að kljást við þennan text og láta hann vera einhvern grundvöll til sameiningar og kærleika. Já, og það er hægt að takast á við það á mjög ólíkan hátt og eitt af því sem hefur verið að gerast í guðfræði svona síðustu 40 ára hefur verið að rýna betur í biblíuna, bæði í biblíu þýðingarnar og að skoða svolítið vel sko hvers konar textar það eru sem að síðan eru valdir inn í helgihandir. Því auðvitað er það ekkert öll biblíun sem fer inn í helgihandir. Sumar sögur, til dæmis biblíunar eru að þeim er lyft upp og þær koma aftur og þær skila sér líka inn í bænamálið og inn í sálmana og svo eru aðrar sem að hafa svona eiginlega legið hjá garði sem að eru samt í rauninni vel þess virði að koma fram í helgihandin. Og bara svona til að nefna dæmi að allir, eða það eru mjög fáir á Íslandi sem ekki þekkja líkinguna hirðin. Og ein af ástæðunum er svo að í Jóhannesar guðspjalli þá talar Jesús sjálfan sig sem góða hirðin. En hirðislíkingin kemur fyrir á mjög mörgum öðrum stöðum í biblíunni og í Lúkasar guðspjalli þá er hirðislíkingin ein af 3 líkingum í sama kaflanum. Og það er sem sagt hirðirinn sem að skilur eftir 99 sauði og fer að sækja þann týnda sem að mjög margir þekkja. Og svo er sagan týnda soninn sem að átti svo góðan föður sem að tók við honum og þetta er svona eitthvað sem að maður þekkir úr biblíusögunum í gamla daga. En svo er ein saga enn í þessum sama kafla sem er mjög svona svipuð eins og sagan af hirðinum nema að það er kona með sóp. Hún er að sópa því hún er að leita að peningnum sínum sem er drakma.
og svo finnur hún peningin og kallar saman alla vinkonur sínar að því hún svo glöð yfir að hafa fundið peningin. Og einhverju leita vegna að þá þekkja allir hirðisöguna og eiga auðvelt með að setja sig inn í líkinguna af Guði sem hirði, en það eru mjög fáir sem dettur í hug að líkja Guði við konu með sóp, sem að vera svona glöði við drottninni sinni sem þá líka hinn trúaði, nákvæmlega eins og týndi sauðurinn er hinn trúaði. Þarna tvær sögur sem standa hlið við hlið í Biblíunni og enginn þekkir söguna sem að hefur kvenlægu myndirnar af Guði. Þannig að raunverulega þetta merkild vegna þess að því ég sagði áðan þetta væri vandræða texti en þetta einmitt texti líka vegna þess að hann að því honum hefur kannski lyft að vera vandræða texti eða þar að segja það þessi heild margra texta og textabrota í Biblíunni að þarna náttúrulega gríðalegur sjóður af hugsun og menningu sem að hægt að þá finna svona gullmóla eða það hægt að finna svona texta og líkingar inn í sem að eins gott að ekkert búið að staðla og taka út. Já, og sko það eru miklu fleiri. Það til dæmis á einu stað að þá talar Jesús sjálfan sig sem hænu, sem að safni ungonum undir vangi sína. Og þetta mjög svona móðurleg líking. Og það finnst líka ljósmóður líkingar í Biblíunni, þar sem að Guð að fylgja manni frá móðurlífi og heldur á manni í gegnum allt lífið. Það líking sem að síðan var tekin upp hjá Hallgrími Pétursinni og reynda mjög mörgum öðrum skáldum svona á 17., 18. og 19. öld, sko sálmaskáldum. Og það sem að Hallgrímur talar ávarpar Guð og segir vert þú sjálfur ljósmóðir mín sál fæðist í hendur þín. Það sem að við lok lífsins að þá eigi ljósmóðurinn að taka á móti manni nákvæmlega eins og ljósmóður tók á móti manni þegar maður fæddist. Mjög svona fallegar líkingar sem kom upp aftur og aftur. Og það sem að handbókarnefndin hefur verið að gera við það að þegar hún að svona koma með nýjar tillögur og bænamál hefur mjög oft verið að ekki að finna upp mikið af líkingum heldur eiginlega meira að sækja í þessa sjóði, sækja í bæði gamlar og nýjar sálmabækur og líka af íslenskum líkingum eins og til dæmis þessi hjá Hallgrími Pétursinni og líka að fara í bænamál Biblíunnar og leita að hinnu kvenlega máli. Þannig að þetta snýst kannski meira svona endurtúlkun að lyfta upp því sem að áður hafi verið svona lítill gaumur gefinn og það alveg samsvarandi við það sem hefur verið gert í handbókum og handbókarnefndum annarra kirkna. Þannig að þarna, maður getur nú ekki annað en þakka fyrir þessa vinnu því þetta náttúrulega mitt sérfræðingar sem að þekkja textan vel og að leita þarna að einhverju sem að einmitt bara tímaspursmál hvenær sett lagðar aðra áherslu og leyfa þessum textum að lifa eins og hinum kannski og bara stórkostlega endurnýjun en ég veit ekki hvort það hefur kannski beint verið sko ósætti þessa vinnu en að því þarna svona, má ekki segja að þetta sé ákveðin femínísk hugsun eða guðfræðileg hvað kallar það einhvers konar að þarna meiri eins og hvað kallast þessi svona endurskoðun? Má segja hann að hún sé femínísk eða? Já, það má alveg kalla hana femíníska vegna þess að það verið að byggja á vinnu femínískra og guðfræðinga sem að snýst einmitt þetta sko að skoða Biblíuna frá aðeins öðru sjónarhorni og af því að oft það með gamla texta sem að maður þekkir mjög vel að manni hætti til að lesa þá alltaf frá ákveðnu sjónarhorni og það að hafa bara aðeins annan vinkil á þeim, bæði vist guðfræðilegan og femínískan, að það gefur manni oft eitthvað alveg nýtt. Eins og dæmið sem að ég nota svo oft að þetta með eplið í Edengarðinum, sko. Og svo fer maður að skoða Biblíuna og það stendur hvergi epli.
Það stendur bara ávöxtur og samt alltaf þegar maður lesir þetta þá sér maður alltaf þetta epli af því að það er einhvern veginn orðið til þessi hugmyndum að það sé eplið þarna í fyrstu Mósebók. Vá, sem bara algjör misskilningur. En merkilegt, já. En þannig að það er umverulega mjög svona, já, þetta er líka bara skapandi nálgun að hérna opna þennan fjársjóð sem að þessi textakista eða svona, já, og opna fyrir fleiri nálgunum og til að raunverulega fleiri geti tilengað sér og nálgast þessa texta. En þannig að maður sér ekki alveg sko ílskuna og djöfulgangin í þessu. En er það eitthvað annað stig þá, er það á öðru stigi máls sem að heftin eiginlega byrjar í þessari umræðu eða heftin eða svona hitinn? Ég sko, það eru skiptar skoðanir í svona stórri kirkju eins og þjóðkirkjan er. Eða svona hún er náttúrulega ekki stór á heimsvísu en hún er stór í íslensku samhengi. Þá eru alls konar skoðanir þar. Og sumir eru mjög opnir fyrir nákvæmlega þessu svona að það sé verið að sækja í rauninni nýtt í sjóðinn og aðrir eru á þeirri skoðun að það sé ekki rétt að kvenkenna guðdóm. Og það er svona sko eða með kvenkenningu guðdómsins þá ég við það að nota myndlíkingar sem eru kvenlægar, jafnvel þó það séu í biblíunni og svo framvegis og það er sem sagt í rauninni þvert á það sem að handbókarnefndin er að gera. Og það eru hægt að hafa ýmsar skoðanir því hvers vegna það gerist en ein af svona skýringatilgátunum fyrir því af hverju er svona mikil andstaða við nákvæmlega þetta eru hugmyndir það að mikið af því sem að við það hvernig við flokkum veruleikan byggi á gamalli grískri heimspeki sem að í rauninni sko verður til í menningarheimi sem að nálagt hinum gyðinglega menningarheimi og síðan eftir að kristninni vindur fram að þá rennur saman hinn gríski og gyðinglegi menningarheimur en að þetta tvíhyggjukerfi fyrirgeðu hvað ég stama hérna á þessu að þetta tvíhyggjukerfi sem að við erfum úr grísku heimspekinni að það hafa líka verið mjög mikla rannsóknir á því á undanförnum árum og sá fræðimaður sem að ég hef sjálf byggt kannski mest á ástralski vistfeministinn Wall Plumwood sem að setti upp kerfið á mjög svona áhugaverðan hátt og hún talaði sko að þetta skiptist í sjálf og aðrir, svo er það menning og náttúra, það er skilningarvit og tilfinningar, hugur og líkami, herra og þræll, andi og efni, skynsemi og dýrsleiki, frelsi og nauðsyn, almennt og sértækt, manneski og náttúra, siðmenntaður og frumstæður, framleiðsla æxlun, opinbert og prívat, frumlag eða andlag og svo hvítur eða ekki hvítur. Þetta er þessi tvíhyggja sem að liggur svona, það talaði þessi einhvers svona tvíhyggjuleg hugsun liggir til grundvallar svolítið bara okkar menningu og hugsun og í tungumálur mikið til og þegar að menn eru að tala núna allri vestrænni hugsun. Vestrænni hugsun, já, og þegar að menn eru að tala núna að við séum svona först í allir þessi skautun sem á sér stað og eins og við náum ekki að ræða mál af bara þannig að það komi einhver svona áframhald í umræðuna að þá segja náttúrulega margir að þetta sé bara vegna sem við erum svo först í þessari tvíhyggju og sem að á einhvern hátt sem við þurfum að endurskoða þessa sjálfa tvíhyggjuna sem til grundvallar sko. Já, og það er það sem þið eru að gera í handbókarnefndinni. Á þessu lista sem ég var að telja upp hjá Plumwood og það er fleira þar, ég meina það er líka að eitthvað sé sko hart eða mjúkt og eitthvað svoleiðis, að það er alltaf sko fyrsta orðið er það sem að hefur verið tengt við hið karllæga og meðan að annar hlutin er það sem hefur verið tengt við hið kvenlæga og seinni hlutin er alltaf sá sem að undirskipaður
hinum. Þannig að ef að þegar hlutinir eru flokkaðir svona að þá alltaf pláss fyrir hvort tveggja, hið kvenlæga eða hið karllæga, en hið kvenlæga alltaf sett skör neðar heldur en hið karllæga. Og það sem að vistfeministarnir á 8. áratugnum bentu síðan á var að tengslin á milli hins kvenlæga og þess sem að talin vera náttúru. Og sko það eiginlega tvennt sem að gerir umræðu í nútímanum svo stranga og sem að tengist síðan þessu með handbókadraugin vegna þess að sko í þessari tvíhyggju þá það annars vegar undirskipan alls sem er kvenlægt og ef við hugsum sko myndlíkingarnar þá erum við alltaf að velja hinar æðstu og bestu myndlíkingar Guð og ef þið kvenlæga alltaf skörlægra að þá þýðir það lógískt séð að það sé ekki hægt að nota þær Guð af því að þær séu ekki nógu góðar til þess. Og síðan hitt atriðið sem að gerir þetta ennþá flóknara er umræðan trans sem að síðan ekki bara sko, snýst þetta sko, hvort skör hærra eða lægra heldur líka það sem að í rauninni sko truflar algjörlega þetta kerfi vegna þess að það passar á hvorugan staðinn sko. Og í handbókinni þá eru nokkur atriði sem að taka mið af þessari glímu og það í fyrsta lagi það að við höfum líka verið með líkingar sem ekki bara svona mannlegar og þannig að sko við gefum bæði möguleika því að tala Guð sem föður og móður en svo erum við líka að ausa af sjóðum biblíunni til að taka fram hvorugkynsorð sem eru kannski meira á náttúrunni og sem ekkert endilega alltaf svona rosalega manneskju miðuð og þar eru orð eins og sól og skjöldur og bjarg og lind og hitt og þetta sem eru orð sem eru notuð guðdóminn og svo líka sérstaklega í kirkjulegu athöfnunum að þá skiptir til dæmis máli að sérstaklega hvað var það hjónavígsluna þá þarf náttúrulega að vera á hreinu að það sé ávarpað að sko stundum það hún og hann eða hann og hann eða hún og hún en svo getur það líka verið hán og hún eða hán og hán og svo framvegis og allt þetta þarf að orða vel í handbókinni og einn af helgisviðunum sem að hefur líka verið unni með og byggir á hugmynd og tillögu frá Grétari Einarssyni sem kirkjuvörður í Hallgrímskirkju. Það eru helgisiðir fyrir fólk sem að hefur leiðrétt kyn sitt, hefur breytt nafn og eða hefur breytt nafn og vill fá einhvers konar athöfn þar sem að hið nýja nafn nefnt sem ekki skýrð aftur vegna þess að maður bara skýrður einu sinni en þar sem að skýrnarinnar minnst og hið nýja nafn nefnt og þessi veruleiki orðaður. Þannig að það líka ritual sem við erum að vinna með. Þannig að þetta svona á margan hátt sem að nýjar aðstæður koma inn. En raunverulega þarna finnst manni bara þið eru að koma móts við bara fleiri, raunverulega verið að koma móts við fleiri sauði ef þetta góði hirðirinn sko, ef svo líking eða fleiri gullpenninga eða hvernig sem að það þannig að manni finnst ekki eins og það sé hafi neitt með villutrú eða djöfulganga að gera en ég nú að vísa í orð séra Geirs Voge sem nú mætur maður og skemmtilegur prestur en hann einhvern veginn finnst þetta vera eftir að biskup kynnti handbókadrög á prestastefnu að þá talar hann bara að þetta sé það alvarlegar þetta sé bara aðför einhvern veginn að kirkjuhelgihaldinu að vera að gera þetta og þegar þú ert útskýrt þá veltir maður fyrir sér sko þetta og líka með sko
heiftin gagnvart transfólki eins og í Bandaríkjunum og raunverulega hvað mikið gert út á það að einhvern veginn útrýma því úr málinu og kerfinu sko. Þetta raunverulega róttækt og þú ert að sýna fram á raunverulega Biblían eða Guðfræðin fer þarna aftur í grunninn og ert að sýna raunverulega það sé þessi fleirtala og það sé rými, bara málfræðilegt og hugmyndafræðilegt og guðfræðilegt rými fyrir öll, sem sagt, í helgihaldinu. Þannig að þú ert að afbyggja þessa tvíhyggju sem réttlætir það að maðurinn hafi á einhvern hátt geti nota Biblíuna til að réttlæta ofbeldi sitt gagnvart konum eða yfirráð og að mannskepnan geti réttlætt yfirráð sín yfir náttúrunni og svo áfram, sem sagt, og að og jafnvel að þá kristin kirkja geti réttlætt sig í einhvers konar krossferðum. Þannig að þú ert með svolítið, þetta alveg svolítið mikið sem þið eruð að endurskoða, það ekki? Jú, og ég held að það var mikið rætt þetta í fjölmiðlum í síðustu viku og mjög oft virðist fólk hafa talið að þetta sé eitthvað sem hafa verið sko drifið í ganga eftir að Guðrún Karls Helgudóttir var biskup. En þetta hefur verið í gangi náttúrulega mikið lengur og hluti af vinnu sem byggir á ákveðnum forsendum, sem að hefur í rauninni, eins og það var búið til ritúal fyrir ein hjúskaparlög, hvernig væri hægt að hafa kirkjulega vígslu þá, og það var 2010 sem að það var til og hafði áður verið til ritúal fyrir staðfesta samvist, og þannig að það ekki eitthvað sem að hefur bara verið að gerast núna sko. Og eins þessi vinna í sambandi við biblíuþýðinguna, að það svona þetta bara langt ferli og ekki eitthvað sem að hlaupið í heldur eitthvað sem að hefur verið unnið með lengi. En af því að við vorum að tala um tvíhyggjuna áðan, þá ein líking í bænasarpinum. Við vorum með bænasarp með svolítið mörgum bænum sem voru lagðar fram til kynningar. Og það eitt ávarp sem að ég hef mjög gaman af. Og það þegar guðdómurinn ávarpaður sem sindrandi myrkur. Og þetta finnst mér dálítið skemmtileg líking. Hún byggir á mystískri guðfræði frá 7. öld. Þar var spekingur eða kirkjufaðir sem hét Gregorianus frá Nissa. Og hann talaði guðdómur sem sindrandi myrkur vegna þess að það væri ekki hægt það var einhvern veginn ekki hægt að átta sig á Guði, að hann var upptekinn af því að við í raun og veru þekktum ekki Guð, heldur veldi Guð sjálfur eða sjálf hvernig hún eða hann kemur fram. Hún eða hann eða það, sem sagt, ekki? Hún eða hann eða það, sko. Já. En það var ekki það sem Gregori og Nissa eða hán, hún eða hann eða hán fyrir ekki, það ekki það. Já, sko, það mjög í anda þessara neikvæðu guðfræði sem að byggir alltaf á því að Guð sé leyndardómur. Þannig að við getum sagt með nokkrum sanni, eða sko við getum fært rök fyrir því að ef við notum bara kallkyns líkingar guðdómina, þá séum við að skapa guðdómin í okkar mynd. Og þess vegna dálítið gaman að taka fram svona líkingar, en líka vegna þess að það hluti af þessu tvíhyggjukerfi eins og Plumwood sett hann fram. Það þetta að vera hvítur eða ekki hvítur. Og þegar maður talar sko, ef maður notar alltaf myndir af hinu bjarta og hinu ljósa guðdóminn, og það ekki bara þetta með karlkyni, þetta líka sko, hvers konar myndir af lit og ljósleika maður notar, að þá getur maður líka undirstrika þetta með að hið æðsta og besta aldrei dögt. Þess vegna svo gaman að hugsa þessa líkingu frá Gregorianusi frá Nissa hið sindrandi myrkur, þar sem að myrkrið getur líka fengið að vera. En þessi handbók þá ekki orðin svolítið þykk svona, þar að segja
maður hugsa að þetta verður bara mjög spennandi rit, sko, ekki bara fyrir presta heldur fyrir okkur öll, sem sagt að fá, þetta er bara svona, þeir eru opnar raunverulega bara kristna trúdaldið yfir á miklu fleiri svið og einmitt meiri fjölbreytileika í túlkunum, án þess að fara kannski, ég meina, hvað, þessi festa sem þið ætlaði að halda líka, festan þarf kannski ekki að felast í hver er undirskipaður og hver er æðri hverjum. Festa getur falist í einhverju öðru eða hvað? Já, festan getur svo sannarlega gert það og þess vegna skiptir það held ég svolítið miklu máli að það séu ekki gerðar mjög mikla breytingar og uppbyggingu messunar. Þannig að hver og einn á að geta þekkt sig í messunni. Þegar bókin verði til að þá verða örugglega margir fyrir vonbrigðum á því að við göngum ekki nógu langt og finnst það vera svolítið mikið af því sama. Og það er vegna þess að sko við sem sitjum í handbókanemndinni, við erum ólíkir guðfræðingar og við komum úr ólíkum áttum og það er ekki markmið okkar að skapa bókina sem að við hefðum helst af öllu vilja fá. Heldur bókina sem að við getum sammælst og þá þurfa allir einhvern veginn að mætast á meiri leið. En eitt af því sem að við höfum lagt áherslu á er að mikið af bænamálinu geti verið frumsamið á hverjum stað. Þannig að það getur verið að sumir gangi lengra en sumir gangi skemur og það er allt í lagi líka af því að þetta er fjölbreytt kirkja. Já, þannig að fjölbreytta kirkja þá geta eiginlega ættu allir að geta fundið sína trú þar og ætti ekki að vera neinn ótti, sérstaklega ef þið skiljið eftir opnar og eins og mér heyrist að gera, þið eru bara hafa fleiri möguleika fyrir presta að velja úr. Já. Það er svo falleg líking í sálmónum, það sem er talað musteri, það sem að svalan á sér hreiður. Og ég sé þetta alveg fyrir mér að sko að fuglarnir komi og eigi hver sitt hreiður í helgihaldinu, í biblíunni, sálmabókinni og handbókinni. Það er nú fallegt að enda á þessari myndlíkingu að því að það er mitt öll endurskoðun þar nú eiginlega með að því að auka möguleika okkar til samveru og samræðu og í kærleika en ekki í heift, þannig að það er gott að hafa þessa fallegu náttúrulíkingu. Sigríður Guðmarsdóttir, prófessor í hagnýtri guðfræði við Guðfræði og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands og formaður handbókarnefndar. Hjartans þakkir fyrir að koma að Rauðaborðinu og bara, já, útskýra málið fyrir okkur, sko, til að við skiljum hvað þetta snýst og ég bara verð að segja fyrir mig að ég bara hlakka til að sjá handbókina. Takk fyrir að leyfa mér að koma og spjalla við þig. Þetta er búið að vera gaman. Já, takk. Og þetta er svo gaman. Ég hugsa það væri nú líka gaman að heyra meira, sko, því að maður hefur tilfinninguna sínum bara rétt að byrja. Þetta er djúpt samhengi. Takk fyrir og ég þakka hlustendum og áhorfendum hjartanlega fyrir að vera með okkur í þessu spjalli og Pétur Fjellsteð fyrir að varpa samræðinni yfir til ykkar og við förum í frímínútur og höldum svo áfram hérna við Rauðaborðið. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.